Góðan daginn og verið velkomin hingað í Hafnaborg á sýninguna Þögult vor. Þetta samsýning 3 listakvenna þeirra Hertu Kiski, Katrínar Elvarsdóttur og Lilju Birgisdóttur sem hafa unnið saman áður til dæmis að sýningu í Finnlandi árið 2019. Þessi sýning hér, hún hluti af ljósmyndahátíð Íslands sem opnaði í janúar með pompi og prakt og stendur ennþá víða í söfnum á höfuðborgarsvæðinu. Nú þessi sýning, Þögult vor, hún sækir titil sinn í bók Rachel Carson sem kom út árið 1962, en þessi bók hún markaði í raun og veru þáttaskil hvað varðar umhverfisvernd í heiminum. Á íslensku hét hún þá Raddir vorsins þagna, en hefur sem sagt núna fengið þennan nýja titil Þögult vor og fjallaði bókin áhrif skordýraeitursins DDT á náttúruna og hvernig lífríkið í raun og veru þagnaði þegar búið var að eitra með efninu. Nú sýningin hér hún stórt samstarfsverkefni sem unnið var undir stjórn Darju Solar Andrews sýningarstjóra og náði Darja með mjög skemmtilegum hætti að virkja listakonurnar til þess að vinna saman að verkum þannig að sýningin kemur mjög mikið út sem ein heild. Til dæmis í gegnum þennan bleika lit sem við sjáum að svolítið gegnumgangandi bæði í umgerð sýningarinnar og eins í verkunum sjálfum. Allar eru listakonurnar í verkunum sínum að takast á við náttúruna og áhrif mannsins á lífríkið með einhverjum hætti. Bæði það sem við höfum verið að menga í kringum okkur og sömuleiðis áhrif loftslagsbreytinga á umhverfið. Hér sjáum við verk Katrínar Elvarsdóttur. Þetta stórt ljósmyndaverk samsett úr 2 ljósmyndum. Annars vegar af Bass Strait fyrir utan Ástralíu og hins vegar af Atlantshafinu við Ísland. Við sjáum hér hafið sem umlykur alla jörðina og við deilum öll og fær verkið okkur til þess að hugsa þau áhrif sem við höfum á hafið, ekki bara hafið í nærumhverfi okkar, heldur á hafið allan heim. Það ekki svo auðvelt að sjá hvor myndin frá Ástralíu og hvor frá Íslandi og kannski það ómögulegt. Því að þetta jú allt sama hafið. Verk Hertu Kiski, Hvalsungi, tekst sömuleiðis á við hafið. Við sjáum hér fyrir aftan með hvalsunga, prjónaðan og samsettan bæði úr plasti og efnisafgöngum og ljósmyndum og svo inn í hvalnum sjálfum myndbandsverk. Nú, staða hvalsungans hangandi hér upp og niður sýnir hvernig hvalir sofa. Þeir sofa með andlitið upp og sporðin niður. Ef við göngum inn í hvalinn þá sjáum við myndband af dætrum Hertu þar sem þær í raun og veru takast á við eða eru flæktar í efnið sem myndar hvalsungan. Og kannski minnir þetta verk okkur á að við sem fullorðnir einstaklingar erum ábyrg fyrir því að ungviðið geti þrifist, hvort sem það eru mannanna börn eða hvalsungarnir sem synda í hafinu í kringum okkur. Hér sjáum við verk Lilju Birgisdóttur. Lilja setti saman þessa fána með því að taka skjáskot af símanum sínum þegar hún var búin að googla jafni ógnvænlega hluti eins og climate anxiety og bráðnun jökla. Nú þið sjáið á myndunum að síminn var alveg að verða batteríslaus, kominn alveg fram á ystu nöf, kannski eins og við erum með umhverfi okkar í dag. Og hann var sömuleiðis illa nettengdur, þannig að myndirnar hljóðust í raun og veru ekki niður. Svarið sem við fáum í gegnum Google óljóst svar sem sýnir eingöngu litafleti og hvað eigum við að lesa úr þessum litaflötum? Hvernig förum við að því að bjarga heiminum? Loftslagskvíðinn hann kannski umlykur svolítið öll verkin á þessari sýningu og þær vilja það líka listakonurnar fá okkur til þess að hugsa áhrif okkar á umhverfið og hvað við erum að gera. En í stað þess að skilaboðin hér séu kannski mjög svona einbeitt eða skörp að þá eru þau mjúk og sett fram undir þessum bleika hatti sem hér umlykur allt saman. Þannig að þær vilja vekja okkur til umhugsunar í raun og veru með blíðu
og handleiðslu frekar heldur en að slá okkur utanundir og fá okkur til að vakna í eitt skipti fyrir öll. Við vonum að þessi skilaboð nái út og þær eru alls ekki einu myndlistamennirnir sem að fást við þetta. Heldur eru margir myndlistamenn sem að kalla nú eða hvísla kannski eins og þær gera út til áhorfenda og biðja okkur að vakna.